Ívar Elí Sigurjónsson 5 ára og býr ásamt foreldrum sínum og 2 eldri systrum á Sauðárkróki. Hann í leikskólanum Ársölum eins og flestir jafnaldrar hans og finnst fátt skemmtilegra en að leika sér með þeim. En lífið tók óvænta stefnu einn bjartan dag fyrir 2 árum, en þá fékk Ívar Elí sitt fyrsta flogakast og við tók gjörbreytt líf með allt upp í 40 flogaköst á dag. Hann var orðinn meira 3 ára þegar fór að bera á þessu, bara fullur af orku og hraustur fram að þeim tíma. Bara, já. Hvað var það sem að fór að bera á þegar hann 3 ára? Hann fékk krampaflog á leikskólanum fyrst. Og vissi einhver hvað var að gerast? Nei, það voru allir skítrættir. Það var bara þannig. Já. En sko það þá, hvað tæp 2 ár síðan að það gerist? Já. Svo þeir náttúrulega, hann fór bara hérna upp yfir, var fluttur með sjúkrabíl. Og hann var bara svona vaktaður hérna einn dag og þeir vildi ekkert hafa neina áhyggjur af þessu. Hann hefur alltaf verið að fá svona frekar stutta krampa þó okkur finnst þetta að vera heil eilífð sko. En hérna, svo hálfum mánuði seinna þá fær hann annan hérna heima. Og það bara sama sagan, hann var hann fluttur upp yfir og var svona smá eftirliti og þá heyrðu þeir í þeim læknunum fyrir norðan, svo Akureyri. Og þeir svona vildu þá fara að fá hann í heilínrit og segulómyndatöku. Og sem var gert og ekkert kom út úr því. Svo í byrjun maí þá fær hann 3. á leikskóla og þá var ákveðið að setja hann lyf. Og hérna sem bara gekk mjög vel, hann fekk eitthvað smá þarna í júní. Sem var svona, hann fekk ekki krampa en eitt svoleiðis en var svona rétt greindi það. Var rosalega góður í júní, fekk aðeins í ágúst. Svo þarna í september þá fekk hann aðeins. Svo október og nóvember fór hann að krampa aftur. Þá var ákveðið að skipta lyf. Og svo miðjan desember, þarna 2014. Þá fór að bera á þessum fallflogum og svona, hann var bara alveg vonlaus. Segðu mér hvað eru fallflog? Fallflog eru það, þá missir hann allan mátt úr líkamanum, all spenna fer úr líkamanum. Þetta gerist bara á augnabliki sko. Þetta hann náttúrulega búinn að slasa sig hérna heima við út af þessu. Bæði fallið í golf og dottið á eldhúsborð og ýmislegt sko. Og engin fyrirvari á því? Engin fyrirvari. Þetta gerist hvar sem hvenær sem þetta. Er það þess vegna sem hann þarf að vera með svona hjálm og hlíf á höfðinu? Já, hann þarf að vera með hjálm á höfðinu. Hann var ekki fyrst, bara því að við vorum náttúrulega ennþá vinnið hvað væri að. Svo fengum við hjálm frá sjúkratryggingum og það breytti miklu fyrir hann. Maður treysti kannski aðeins en treystir honum ekki alveg. Það ver svona kannski helstu svæðin, það ver náttúrulega aldrei andlitið eða, veist. En það ver svona, já, viðkvæmasta svæðið á höfðinu. Þetta hefur hann náttúrulega ekki getað, veist, hann ekki getað einn út að hjóla eða, veist, hann getur ekkert, við erum alltaf ofan í honum, skilur, veist. En, já, en hann hefur ótrúlega mikið núna getað verið á leikskólum, veist, það höndlað þetta bara. Þetta var fyrst þegar hann var að fá þetta, það var svona, þetta bara hræðsla í öllum og við héldum honum kannski dálítið mikið heima bara, veist það því að... Þannig að leikskólinn hefur komið sterkt inn. Alveg ótrúlega, standa sig svo hetjur hérna, eða þau. Álagið hefur verið mjög mikið á fjölskylduna og gríðarlega mikilvægt fyrir drenginn að geta verið á leikskólanum frá klukkan 9 til 4 á daginn með góða þjónustu og farið í sjúkraþjálfun 1 sinni í viku. Þá bættist þeim liðsauki fyrir stuttu þegar stuðningsmamma fór að taka Ívar Elí til sín annað slagið. Þið eigið 2 eldri dætur. Já, 2 eldri dætur. Hvernig gengur að púsla þessu allir saman? Jú, það verða þær kannski pínu mikið útundan. Það er það bara þannig. Við náttúrulega fyrir nánast allir tíminn í að hugsa hann og sem gerist bara hjá öllum sem í þessari stöðu. En þær hafa verið alveg ótrúlega duglega, sko. Það er bara þannig. Mér sé ofta, ég að hugsa það í fyrravetur, sko, maður hefur haldið vinnu, veist, Hefur ykkur tekist að halda vinnu? Halda vinnu, já.
og vinnuveitunar eiga hróskili fyrir að halda okkur. Já. En þá var ég sérst að hlaupa í vinnuna á milli stundataflana hjá stelpunum. Þegar þær voru í eyðum, þá hljóp ég í vinnu. Þannig að þetta er bara púsl fjölskyldunar. Já. Og orsaka líka það að við getum eiginlega aldrei farið tvö eitthvað, ekki nema bara rétt skreppa í næsta hús eða eitthvað svoleiðis. Maður fer ekkert það ekki allir sem gerir sig grein fyrir hvað álag binding, þetta er mikil binding, þetta er svona bara álag álag og binding. Já, þetta er bara svolítið flókið að tala þetta að þetta er barnið manns. Þetta er barnið manns. Og maður vill ekki hafa einhverja sektarkennd yfir því að segja þetta, en þetta er erfitt. Þetta er mjög erfitt. Ívar Elí hefur farið í ótal rannsóknir hér á landi. Ferðirnar urðu 14 til Reykjavíkur og 8 til Akureyrar á 8 mánaða tímabili í fyrra, en nú er svo komið að læknar hér á landi hafa ekki önnur ráð en að senda drenginn til Boston til enn frekari rannsókna. Þetta er mjög kostnaðarsamt fyrir fjölskylduna sem leggst ofan á annað álag. Vinir þeirra tóku sig því saman og hétu á fólk, fyrirtæki og stofnanir í Skagafirði að leggjast á árarnar með þeim og hefur ekki staðið á viðbrögðum. Var farið að stað með fjáröflun og við hefum bara ekki til orð yfir því. Orð yfir því hvað fólk er búið að vera. Fólk náttúrulega getur kannski ekkert komið og hjálpað mikið að öðru leyti, skilur við. Já, og svo náttúrulega bara sveitafélagið að koma að. Skilur hann í komið stuðningsfjölskyldu eða eða mömmu. Og það er náttúrulega bara yndislegt sko, hann er alveg bara elskar það. Þannig að þá náðu þið þessum klukkutíma saman kannski. Já, þá er það fyrir að koma að því. Náum þá líka að sinna sko hinum börnunum líka aðeins. Þó að sér stórar, það þarf smá að það þurfa allir sitt. Það þurfa allir sitt. En það er semst annars vegar þessi bara andleg eða móralski stuðningur sem þið finnir fyrir, og svo er þessi söfnun. Maður heyrir ég heyriði bara í gær að krakkar í Varmahlíð ætla að fara að hlaupa í áheit. Og Hardwalk með og Hardwalk veitingastaður. Þetta svona einhvern veginn hlýtur að blása ykkur spínu svona í brjóst. Það er ótrúlegt. Ég maður segja að það er gott að ferðast þannig til Bandaríkjanna að maður kannski hugsanlega eigi fyrir ferðinu. Já, það er nefnilega málið. Það er allan einni áhyggjunni færra. Það er þannig. Svo vitum við náttúrulega ekkert verður þetta ein ferð eða 2 eða 3 eða það er stundu kallaði 2 rannsóknir. Og svo þá kannski aðgerð þegar svo vitum við náttúrulega ekkert, verðum við viku eða verðum við 5 vikur eða það er nefnilega málið. En hvernig er það ekki eiginlega kannski svolítið erfitt að höndla þessa óvissu? Alveg svakalega. Jú, það er mjög erfitt. Alveg ótrúlega erfitt. Það er mjög erfitt. Við erum komið með svar að við förum í maí en við vitum ekki hvort við förum 1. eða 31. skilur við, veistu? Elsta dóttir að vera stúdent og við vitum ekki hvort við verðum vistið þetta er svona, Já, þetta er sérstök staða. Hvernig, ég finn alveg að afstaðan ykkar er svo eitthvað þroskuð. Takið þetta bara sem verkefni? Hvernig, ég held það. Já, við tökum þetta sem verkefni. Þetta, auðvitað náttúrulega er maður orðinn svolítið sjóaður í þessu. Og við höfum til dæmis verið á spítölum þar sem að hjúkrunarstarfsfólk hefur verið að ráðleggja okkur með lyfi og gefa honum þessa lyfjaskammta sem þar. En svo eftir einhvern smá tíma þá kom í okkar hendur að því við vorum fróðari. Maður var býsna fróður lyf og lyfjagjöf.